Já, Ísak, 7 leikmenn að sæna hjá þér, 6 eru að skrifa aftur undir og 1 ný. Hvernig svona tilfinningin? Bara mér líst mjög vel á þetta. Þú veist, fyrsta markmið var alltaf að halda sama kjarna og við hefum svona leggja döga því núna með þessa 6 leikmenn og svo kemur Birta bara sterk inn í þennan hóp. Þannig að ég bara spenntur sko. Finnst þér liðið vera komið? Vantar séður þið fyrir ykkur fleiri signings? Já, við þurfum alveg klárlega að bæta eitthvað við. Þannig að núna eins og ég segi, fyrsta markmið að leggja einhver döga sama kjarna og það komið. Þannig að núna getum við svona farið að leita eins. Liðið var í öðru sætið áður en að öllu lauk á seinasta tímabili og var ekkert að standa sig neitt sérlega illa. Svona, hvernig sérðu fyrir þér að liðið geti bætt sig og náðu þessu toppsæti? Sko, Fjölnir var náttúrulega líklega bara með langbesta liðið fyrra. Þannig að við ætlum okkur bara að stefnum upp og þú veist, það er bara markmið. Annars svæfum við ekki í þessu. Og þú veist, við það bara, ég tel að það þurfi kannski að koma meira frá öllum. Búa til alveg liðsbolta og það sem alla geta fundið sér verkefni við hæfi. Það eru náttúrulega, deildin hefur ekki verið svona stór í lengri tíma. Hvernig finnst þér það projekti núna að þurfa að plana fyrir fleiri lið? Það er bara spennandi. Það er ekkert gaman að vera að spila við sömu liðin aftur og aftur sko. Þannig að þetta er komið aðeins nær svona bara professional deild þegar komin 9 lið. Þannig að þú ert að spila á móti 8 andstæðingum reglulega gegnum tímabili, þannig að það er bara gaman. Það eru komið fleiri lið núna í fyrstu deildinni en í úrvalsdeildina. Já, þannig að þetta verður bara alveg deild og með alveg leikmönnum vonandi og gaman. Allt í lagi. Bara gangið vel, Borgarlið minn. Já, takk.